Námskeiðsvef í Canvas fylgir sérstök síða sem ætluð fyrir kennsluáætlun. Tengill á hana hér í leiðartré eða valmynd námskeiðsins. Til að byrja með í nýju námskeiði þá eru hér skilaboð til kennarans, en þau eyðast sjálfkrafa leið og kennarinn setur eitthvað efni í kennsluáætlunina. Hér dæmi kennsluáætlun sem búið að setja upp. Það mælt með að kennsluáætlunin sé sett beint inn í Canvas í stað þess að deila til dæmis skjali með nemendum, og ástæðurnar eru aðalega tvær. Í fyrsta lagi, þegar efnið sett beint inn í Canvas þá aðlagast textinn að skjástærð þess sem skoðar, sem þýðir að nemandinn á auðvelt með að lesa kennsluáætlunina í snjalltæki. Í öðru lagi fljótlegra hjá kennaranum að uppfæra efnið í Canvas, til dæmis ef leiðrétta þarf dagsetningu eða annað, í stað þess að vera með kennsluáætlun í skjali. Þá þarf að finna skjalið, opna það í viðeigandi forriti, til dæmis Word, leiðrétta, vista skjalið, hlaða því aftur upp í Canvas og búa aftur til tengil í skjalið. Það segir sig sjálft að það seinlegri aðferð. Fyrir utan það efni sem kennari setur inn í kennsluáætlun, þá birtir Canvas líka ákveðnar upplýsingar sjálfvirkt í kennsluáætlun. Fyrir neðan það sem kennari setur inn, sýnir Canvas verkefni og viðburði í námskeiði í tímaröð og verkefnin miðast við skiladag. Hægra megin sýnir Canvas dagatal námskeiðsins, í því eru auðkenda dagsetningar þar sem eru verkefnaskil og viðburðir. Fyrir neðan dagatali sést svo vægi verkefna hópa og það hægt að kynna sér það betur í myndbandi hvernig vægi sett inn fyrir verkefni. Það reyndar mögulegt að láta Canvas ekki birta þessar sjálfvirku upplýsingar og ég sýni það á eftir. Í þessu tilfelli búið að kaflaskipta kennsluáætluninni og setja tengla í kaflana efst í kennsluáætlun. Ég sýni hvernig þetta sett upp í síðara myndbandinu kennsluáætlun. Til að setja efni inn í kennsluáætlun smellt á breyta. Efni kennsluáætlunar unnið í ritlinum. Það má til dæmis afrita texta úr Word og líma inn. Til að búa til tengil í skjali farið í insert eða setja inn skjal, og hér hægt að velja skjöl námskeiðs sem þá skráasafn námskeiðsins, eða hlaða upp nýju skjali úr tölvunni. Þegar skjali hlaðið upp beint inn í ritilinn þá vistar Canvas það raunverulega inn í skráasafni námskeiðsins, en býr leið til tengil í skjalið hérna inn í ritilinn. Og þegar farið í skjöl námskeiðs, þá kemur upp skráasafni hér til hliðar og maður getur valið skjalið. Skrárnar eru í tímaröð, en það hægt að breyta því og skoða þær í stafrófsröð til að geta leitað ef þörf krefur. Maður getur annarkvort bara smellt einu sinni á skjalið og þá kemur tengil í skjalið í ritilinn, eða valið ykkur texta fyrst sem á að vera tengil í skjalið og smellt svo á skjalið. Það líka hægt að búa til tengla í hvað sem í námskeiðinu. Segjum að ég vilji setja hér tengla í verkefni sem ég búið til í námskeiðinu. Þá farið í setja inn eða insert, tenglar námskeiðs, og þá opnast þessi panel. Hér eru verkefnin sem ég vil búa til tengla í og það einfaldlega smellt á verkefni. Það smellt á enter inn í ritlinum til að fara í næstu línu, smellt á næsta verkefni og svo framvegis. Með því að taka merkið úr við sína námskeiðs yfirlit þá þetta að fela sjálfvirkt efni kennsluáætlunar. Sem sagt listan yfir verkefni og viðburði sem Canvas birtir neðst í kennsluáætlun og upplýsingar hægra megin eins og námskeiðsdagatalið og vægið. Það þó ekki mælt með að gera það ástæðulausu, þar sem nemendur auðvitað vanir að hafa aðgang að þessum upplýsingum í kennsluáætlun. Að lokum þarf að vista með því að smella á uppfæra kennsluáætlun. Kennsluáætlun einfalt verkfæri og það eiginlega bara ritillinn sem þarf að kunna á. Ég læt þetta duga í bili og vona gagns í að. Takk fyrir.